En svo þegar maður er komin út og byrjar að lifa sem Veiga, að þá finnst mér svolítið áhugavert að upplifa samfélagið. Að núna, þú veist, eins og vann í þessari kallavildu 20 ár, ég kann að gera það bílinn minn. Þannig að ef ég þarf að hringja á panta varaluti, þá fer ég í gömlu röddina. Ef ég myndi fara, þú veist, bara dressa mig upp og fara á bílaverkstæði og þá fengi ég ekki þjónustu. Að því nú eru vitlaus kona sem kann að gera bílinn minn. Og þeir vinir minni sem að strandstrákarnir sem að fara í öfuðaleið, að þeir tala það að þegar þeir eru konur með skegg og bara þarna líta út þessu kallmenn, að þeir segja að þessi bori meiri virðing fyrir þeim, þeir gripi minna fram í fyrir þeim og hlusta meira á þá. Þetta fáum við transfólki beint í æð. Já. Þau getur verið báðum megin við borðið, hafi verið báðum megin. Já, og þess vegna eins og hérna á kvennaverkvöllinu, þá sagði ég hérna upp á sviði á Arnarhól fyrir framan 100 konur að eftir ég kom út sem kona, þá þarf ég stundum að leika karlmann til þess að fá sömu þjónustu og virðingu ég fekk áður. Já, pældi því. Já. Það er magnað. Ég finn þetta mjög ofta því eins og ég var að segja við þig, ég ger allt sjálf. Já. Ég fór með bílinn minn daginn í skoðun og hann sagði, já, þú þarft að láta fara að skipta peru í afturljósinu. Ég alveg, ger ég það ekki bara sjálf? Nei, ég alveg, ok þá. Fór hann á YouTube, fann þetta og svo fór ég bara í Brynborg og ég sagði, ég ætla að fá perur í möstu. Hann alveg, veistu bílnúmerið? Ég alveg, já. Hún eignan bíl í mörg ár. Þetta er svona viðmóti sem maður fær og alltaf svona þú bara eitthvað lítil stelpa, þú getur ekki, þú veist, ég get skipt peru. Já. Ég get skrúa skrúfur. Þú veist, og mér veist við oft bara einhvern veginn ekki fá sénsinn á því einu sinni. Já. Þú veist, þú bara þarft að fara með hann á verkstæði og láta skipta peru, ekki séns. Ég systemi fóðum sem er bílinn á verkstæði og kallinn spurði hvort að bílinn var lasinn. Come on. Já. Já, bíllinn er lasinn. Bíllinn minn er lasinn. Ég er ekki þroskaskert, ég er kona. Já. Já, þetta er alveg svona og ég fer alveg upp á afturlappirnar þegar svona er og ég vil bara, ég bað hann sérstaklega í þessari heimsókn í Brynborg, það var ég alveg. Mér vantar svo líka að fá bremsuklósa á Hyundai. Hann alveg, veistu númer á honum? Ég alveg, já, það er hinn bíllinn minn. Hann var alveg bara svona, ég teki ekki þátt í svona rugli. Ég vil breyta þessu. Já. Og ég held að ef maður fær aldrei að prófa eða þú veist, það er alltaf tekið fram fyrir hendina og þú getur þetta ekki út kona, þá kanntu þetta ekki. Já. En svo bara líka, þú veist, með þetta, við erum svo mikill vani að þetta er svo ríkt ykkur frá því að við vorum litlar. Það það stundur bara svona, eins og með fyrirhundu konum minna, það stundur bara bíti tungunum mér. Bara, nei, Veiga, nú þegir þú og leifir henni bara að gera það. Hún getur alveg bergað sér á margan hátt og við vorum ofta fýblast með það, sko, hún hefði verið með stærri pung en ég, sko. Já. Hún var meiri kalleldur en ég. Já.